Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér góðu gestur hér til þess að ræða fangelsismál. Komdu sæl og blessaður. Sæl. Hvað þú veist nú, aufús gestur oft hér við borðið, við dringi. Við erum hér svona samankomin til þess að ræða ég hef svona aðalega ákveðið mál. Það sem sagt ráðherra, dómsmálaráðherra. Hún hefur farið svona svolítið mikinn síðustu daga með svona, sumir vilja segja offorsi, aðrir eru ánægðir með. Hún talar fyrir þessu frumvarpi, fékk í gegn að einhverju svona, svona liðka fyrir fanga, erlendra fanga. Hún tala mikið erlend glæpasamtök og annað. Þetta svona, eitthvað sem að þú tengir við, svona hennar málflutningur að þetta hafi verið bráðnauðsynlegt? Við höfum svo sem lengi talað fyrir því að stjórnvöld virki einhvers konar eða geri framsalssamninga við önnur ríki. Þannig að það sé hægt auðveldara að framselja dómþola, eða þeir sem eru afplánað dóma. Þannig að þeir afpláni bara í sínu heimaríki og það þá á þeim forsendum að það mannúðlegra fyrir þá sjálfa og fjölskylduna þeirra. Fyrir utan náttúrulega að það sparar mikla peninga fyrir okkur og eykur kannski líkur á að hægt sé að gera eitthvað í okkar kerfi. En þetta örugglega ekki á sömu forsendur sem við verðum að tala um þarna held ég. Nei, ég ekki alveg viss en með grunar það en ég held samt að þetta frumvarp snerist meira að lögreglan geti framselt fólk sem til rannsóknar annars staðar eða fengið þó hingað. Ég held að þetta hafi aðallega snúist það, þetta frumvarp. Þannig að svo sem ekkert út af það að setja og við mættum fyrir nefndina, fulltrúar afstöðu og áttum þar í örugglega klukkustunda langan fund með allsherjarnefnd sem var mjög áhugasöm fangelsismálin og þannig að við vissum að þetta var að fara í gegn. Já, hvað nú talar rosa mikið þetta erlenda brotamenn og maður finnur það að þetta einhvern veginn svona seittlaði yfir í þessa rasísku umræðu og það mikið verið að tala að hingað séu hælisleitendur komnir sérstaklega til þess að fremja einhverja glæpi og fangelsin séu full af útlendingum og þar fram eftir götunum. Þetta rétt? Við höfum ekki orðið varfið það að hælisleitendur sé að fremja glæpi. Þeir hafa verið oft vistaðir á lögreglustöðum með fangelsum út af því að það á að vísa þeim úr landi. En hægt að telja það glæpi, ég veit það nú ekki, það samt ástæða fyrir því að prósenta útlendingar sé svona há í fangelsum. Og það í raun og veru bara svo að það sem Íslendingar geta tekið út í samfélagsþjónustu, það fá útlendingarnir ekki. Þannig að þetta allt svona vægir dómar og náttúrulega ákveðið svona brot út af fyrir sig að sé verið að mismuna eftir þjóðerni. En það kemur nú eiginlega bara til að það kannski bara ekkert annað úrræði til. Það hefur ekki verið hugsað hvernig á að leysa þennan vanda. Þetta líka eitt sem við erum búin að benda á mjög lengi og höfum átt marga fundi með Fangelsismálastofnun af því að þetta auðvitað ofboðslega dýrt. Það hefur verið að vista fólk sem þarf ekki að vista í fangelsum í dýrasta húsnæði sem til og hér á Íslandi. Þannig að og það vilji til að leysa þetta en einhverju hluta vegna hefur það bara ekki verið gert. Nei. En það líka og ég kannski að vísa sérstaklega í pistil sem hún skrifaði Þorbjörg Sigríður núna á dögunum þar sem hún ræðir þessi mál og sérstaklega líka skipulagða brotastarfsemi nú fyrir venjulegt fólk sem kannski ekki með einhverja beinatengingar inn í fangelsin eða undir heima eða eitthvað svona þá sést ekkert eitthvað á götunum einhver svona, ég veit ekki, Hells Angels eða Bandidos eða eitthvað svona þessi nöfn sem að maður ímyndar sér þegar maður heyrir skipulögu glæpasamtök. Þetta stórt vandamál á Íslandi? Ég myndi segja nei. Í Evrópu eru hlutirnar búin að vera að breytast undanfarin ár og ég hef tekið þátt í mörgum fundum þar sem verið að ræða einmitt
sem sagt glæpa hópa kannski og að því að við tökum þátt í ákveðnu verkefni sem að við erum að vinna að til að fólk sem að vill hætta glæpum geti snúið á aðra braut og lifað án glæpa og þá hefur komið í ljós frá öllum helstu sérfræðingum kannski á Norðurlöndunum sérstaklega að þeir eru hættir að tala samtök eða gengi. Þar eru þeir farnir að breyta orðræðunni bara í hópa af því að flestir hópar sem eru svona í stundaglæpi að þetta eru svona minni vinahópar eða fjölskylduhópar eða svona, þetta er ekki kannski miðstýr samtök og þannig að þetta er að breytast og við höfum engin svona miðstýr samtök hér á Íslandi. Við höfum heyrt þetta auðvitað mjög lengi og það hefur oft verið vinsælt að hrópa úlfur, úlfur og segja það sé ýmislegt til að kannski til að hræða fólk og sem að kallar á að þau geti fengið fjármagn fyrir einhverju hlutum og það er alltaf mjög auðvelt að fá peninga þegar ef að fólk er hrætt. Það er til dæmis alltaf auðveldar að fá peninga fyrir myndavélum eða einhverju sér öryggisbúnaði á fangaverði eða lögreglumenn eða ef að fólk er hrætt. En það er aftur á móti erfiðar að fá skólabækur til dæmis greiddar. Þannig að þetta er svona ákveðin leið. En þetta er náttúrulega líka, finnst manni oft nota þegar fólk bara veit kannski lítið málaflokkin eða málefnin. Og þá koma svona tal, kannski það kallar að það þarf að gera lagabreytingar og auka heimildir og þyngja refsingar. En ég meina, hvað hefur það sýnt okkur annar staðar? Hvað með þau lönd sem hafa aukið lengt refsingar? Það sjá það allir og hafa allir séð það að það hefur ekki verið að ganga og það lækkar ekki glæpatíðni ef að félagslega áherslurnar vanta í raun og veru. Þannig að ég held að fólk sé ekkert að hætta að brjóta af sér af því að það er hrætt við lögreglu eða hrætt við að dómurinn sé eitthvað aðeins þyngri. Þannig að ég held að besta vopnið sé einhvers konar samfélagslega verkefni þar sem að er ýtt undir snemmtæk svona inngrip og bættar félagslegar aðstæður og við höfum margt verið reynt, til dæmis farsældarlögin sem við erum ekki að sjá að virka ennþá og ég held að þurfa að ýta svolítið meira undir þetta af því að ég meina hverjir eru að taka þátt í svona glæpa hópum og það er yfirleitt börn, sem sagt ungmenni sem eru börn jaðarsettra hópa eða fólks í viðkvæmri stöðu og sem er með mikinn félagslega vanda eða bara með einhverjar raskanir, fatlanir eða jafnvel hafa verið heimilislaust eða fangar eða eitthvað slíkt og bara með því að styðja meira við þessa hópa einhvern veginn, þannig að fólk sjáu það í framtíð þá eru miklu meiri líkur á að þeir fara ekki í glæpahópa. Mann hefur fundist þetta væri orðið svolítið svona almennt viðhorf að við gerðum okkur flest grein fyrir því að baki glæpahegðun eða bara allri svona áhættuhegðun væri félagslegu vandi. En mér finnst svona svolítið og mér finnst á tali núverandi dómsmálaráðherra að það hafi orðið svolítið afturför og við erum aftur farin að tala af svolítið offorsi fyrir auknum heimildum lögreglu og auknum fjárútlátum í alls konar búnað, sérsveitin er orðin voðalega græjuð og á að stækkana og þar fram til götunum. En svo reyndar þá höfum við líka verið að sjá að það eru svona alvarlegir ljótir glæpir, ofbeldisglæpir. Þeir hafa auðvitað svona, við höfum séð aðeins meira af þeim núna, það sem hafa verið ári heldur en bara allt síðasta ár held ég, ef ég er að fara rétt með. Þannig að maður svona, það er eitthvað þarna, það er aukning greinlega og það er hvort það sem meiri vanlíðan eða erfiðari félagslega vandi eða eitthvað, en það er, við þurfum einhvern veginn að grípa
utanum þetta? Já, þetta áhyggjuefni alls staðar þar sem ég þekki til og ég hef nú verið svona ásamt öðrum í afstöðu að ferðast á milli og skoða úrræði annars staðar og fangelsi og og við höfum tekið eftir að fagfólk sem að vinna við þessi mál, þeir hafa líka miklar áhyggjur sko, því að það er eins og stjórnvöld í til þess að Norðurlöndunum sé að svara einhverju umræðu sem að þeir eru bara hræddir við eða ég veit það ekki alveg og þá eru þeir að bregðast við einmitt með svona tali og þá eru þeir að kippa undan öllum stuðningi við fólk og endurhæfingu og það hefur sýnt sig síðan í auknum glæpum og ég var nú bara með þessi á fundi bara núna þar sem að vorum að ræða heimilisleysi og í Finnlandi og þar eru þeir sem sagt með öðruvísi kerfi heldur en hér og þar kom ný ríkisstjórn einmitt sem er svona svipuðu tali og fór að kippa undan stuðningi og það strax sýnir bara á tölum sko á stuttum tíma fer heimilisleysi upp sko. Þannig að þetta er svona varhugaverð umræða sem að maður er svolítið hræddur við. Já. En hvernig, að því að við sjáum þessa, við erum að sjá svolítið af manndrápsmálum og morðum og þessi ljótu vopnaburður og eitthvað svona, þetta er auðvitað það sem okkur er sagt í fjölmiðlum. Nú kannski gerir ég mér enga almennilega grein fyrir því hvort að það sé raunverulega meira að þessu núna eða við séum bara að heyra meira að þessu núna. En þetta er allavega, þetta er vandamál og fólk er einmitt hrætt út af þessu. Hvað væri svona ideal að gera varðandi þessa þróun? Já, ég veit ekki hvort að morð eða svoleiðis séu algengari í dag en að var áður en vopnaburður er vissulega algengari og svona tilraunir kannski eða sem sagt menn eru að nota þessi vopn á einhvern hátt og það er svona mikið áhyggjuefni og þarna komum við aftur inn á þennan félagslega vanda. Við erum að sjá bara yngra fólk sem að sér ekki framtíð og finnst í raun og veru vinahópurinn er allur einhvern veginn þarna og menn leiðast svo, þannig ég veit ekki hvað við getum gert í þessu en ég er þar sko að við þurfum að auka stuðning við fjölskyldur og börn fólks í viðkvæmri stöðu og jaðarsettra hópa sem er stór hópur. En hvað með brotamennina sjálfa, þeir sem að sitja mitt inni fyrir þessa glæpi stóra sem smáa, hvernig eru við að mæta þeim eftir fangelsinn? Þetta er auðvitað bara eitt af þessu vandamálum. Við erum að sjá stjórnvöldir og setja mikla peninga í sem sagt aukinn mannskap hjá lögreglu og saksóknarum og á ákærusviðinu en þeir eru að sleppa bakendunum og þeir eru ekki að nýta tækifæri við endurhæfingu inn í fangelsum og þannig að hvernig virkar fangelsiskerfi án endurhæfingar og hvernig virkar að fólk komi og samlægist samfélaginu eftir afplánust það sem er engin endurhæfing. Það svona eiginlega segir sér sjálft að fólk heldur áfram í glæpum og jafnvel enn verri glæpum. Og þannig að ég hugsa að sé í raun og veru lykilatriði að taka á bakendunum, bæði til þess að stoppa þennan kynslóða og kalla það að börn þeirra sem eru í fangelsi fari líka í fangelsi og þeir sem hafa verið í fangelsi séu líka að hætta glæpum. Við erum ekki að gera það. Nei, þeir eru að snúa svolítið aftur í fangelsin, þeir sem að hafa nú þegar verið þar. Við eigum svona þekkta brotamenn sem er eitthvað svona sem ætti í svona litlu samfélagi ekkert endilega að vera til. Að því við höfum við alla burði til þess að taka á móti þeim þegar þeir koma út úr fangelsunum, hjálpa þeim bara til vegs og virðingar og betra lífs einhvern veginn. En þetta er einhvern veginn aðeir virðist vera svolítið öfug þróun, allavega svona það sem er boðað núna af nýjum ráðherra. Já, við vitum að annar hver fangi fer aftur í fangelsi og það er alveg svo mikið.
Já, ég vil meina að talan sé nú hærri, sko. Já, en þetta eru svona þær tölur sem að við höfum fengið staðfestar. Það er erfitt, sko, þegar maður er ekki með alveg nákvæmar tölur, en við vitum það að 3 dómsmálaráðherrar eru búin að segja að annar hver fangi kemur aftur í fangelsi. Og síðustu svona rannsóknir í Háskóla Íslands segja að endurkomutíðnin sé 46 til 54%. Þannig að þetta eru svona þær tölur sem við erum að miða við. Þetta eru alltaf háar tölur og en svona okkar tilfinning hefur verið að tölurnar séu hærri. Við erum með þannig kerfi og við erum í raun og veru að reikna út okkar endurkomutíðni tölur alveg eins og hin Norðurlöndin og þar mælust við mjög lágt, eða 24%. En þá er í raun og veru verið að reikna þannig að ef að þú ert að koma aftur inn í fangelsi innan 2 ára, að þá ert að koma inn í annað skipti. Og við erum nú bara með þannig kerfi að menn eru að safna upp brotum og tekur oft langan tíma og svo er bið eftir að fá dóm og svo er bið eftir að fara í fangelsi, þannig að menn eru yfirleitt ekkert að koma inn aftur á þessu tíma. Nei. En þegar maður spyr í raun og veru til dæmis á fundum, ég meina hvað eru margir sem hafa verið í fangelsi sem er í dag og þá er talan þarna um 50% í raun og veru. Þannig að það ætti að sýna okkur að við erum ekki á réttri leið og þurfum að bregðast við. Og mér finnst þetta einhvern veginn, sko, allar þessar hugmyndir eru til. Við þurfum ekki að finna upp hjóli í þessum efnum. Við eigum, eða sem sagt, önnur lönd sem eru með óbúslega flott kerfi í kringum þetta. En við erum alltaf áratugum á eftir. Ég hjó eftir því að dómsmálaráðherra sagði mitt í þessari grein að allt sem gerist á Norðurlöndunum kemur 10 árum seinna hérna. Einmitt. En þegar við erum með stofnanir með fólk, bara eins og fangelsi eða fólk með geðfatlanir eða eitthvað, þá erum við alltaf áratugum á eftir. Og það eru engin 10 ár, sko. Við erum áratugum þar á eftir. Þannig að það er rosalega erfitt að horfa upp á það. Að við getum ekki gert þessa hluti almennilega. Af því að, eins og ég segi, við þurfum bara smá hjálpið og þetta er eitthvað sem sparar óbúslega mikið í kerfinu. Sparar peninga, sparar mannslíf, bjargar mannslíf og þannig að það er bara svo margt að græða, sko. Því að þú nefndir eftir pistil dómsmálaráðherra og mér finnst svona, það hefur verið mín tilfinning að svona stjórnmálufólk, svona framúfólki í stjórnmálum, það sé einmitt að tala inn í svona ákveðna orðræðu. Og þetta sé einhvern veginn svona, það verið að tala um öruggari landamæri, betri landamæra vörslu, eins og það sé ekki svona flæði hér allt inn að einhverjum svona útlenskum glæpamönnum sem að vilji Íslendingum voðalega illt og þetta sé svona eitthvað svona viðbragð við þessu. En það er svona, af okkar samtaladæma ekki beint þín tilfinning sem manneskja sem bara einhvern veginn svona lifir og rærir svo litið í þessum heimi. En hvað, sko, bara svona að landamæra einmitt eftirlitinu. Nú er verið að setja alveg einhverja fjármuni, auka fjármuni í einmitt landamæragæsluna og það er verið að setja upp einhverjar vélar, við sem höfum farið þarna í gegn, við höfum reyndar alveg hort á þar í núna 2 ára eða eitthvað svo leys, það er eitthvað svona, einhverju fingrafaraskannar og einhverju svona voða fínir í þarna við landgangin. Sko, ég velti fyrir mér, sko, hefur þetta eitthvað að segja? Ég meina, ef það er einhver þarna úti með alveg svona einbeittan brotavilja að koma inn til Íslands þess að fremja einhverja glæpi, skiptir þetta máli? Sko, nú er ég náttúrulega kannski ekki sérfræðingur í þessu, en ég held ekki, sko. Ég held kannski ég persónulega hef ekkert verið á móti því að farþegalistar þurfa að birta farþegalista eða lögreglan fá auknar heimildir. Persónulega hef ég ekkert verið á móti því. Ég á bara svo erfitt með að þegar eftirlit með þessum aðilum er svo lélegt og öll fagmennska hefur hrunið á síðustu árum hjá lögreglustofnunum. Það er bara staðreynd.
rannsóknir í mólum, það leka út upplýsingar, það leka út njósnamálið, þetta sýnir bara hvað við erum óhæf í þessum málum. Og meðan svo þá þýðir ekkert eins og ræða þessi mál, auknar heimildir lögreglu og annað slíkt, sko. Og ég held að dómsmálaráðherra hljóta að gera sig grein fyrir því að þessar auknar heimildir, það er ekki að fara að gerast, eða ætti ekki að gerast allavega, og á meðan að eftirlitið er svona lélegt, sko. En sko, þetta er bara sama, við komum ekki í veg fyrir einhver fremji glæp, það er ekki hægt. Og ég hef sagt þetta svo oft í viðtölum að við getum samt gert allt til að koma í veg fyrir að hann geri því annað og þriðja og fjórða skipti, og það er með stuðningi og endurhæfingu. Þannig að það er kannski frekar að það þurfa að setja upp einhvers konar kerfi að fylgjast með að þeim sem er vísa á landi komist ekki aftur. Það er það sem er að gerast trekk og trekk. Menn eru bara að koma aftur og aftur og komast kannski aftur bara með næstu vél, sko. Þannig að þarna sýnir bara hvað kerfið okkar er lélegt í raun og veru. En þannig að ég hugsa að sé kannski það sem þarf að fylgjast betur með. En, Já, Guðmundur Ingi Þóroddsson, þakka kærlega fyrir að koma á og svara spurningum mínum þennan vanda sem er svo mikið talað einhvern veginn í samfélaginu en einhvern veginn, hann er okkur ekki alveg sýnilegur samt sem aður. Það er svona mín tilfinning allavega. Og já, takk kærlega. Takk fyrir að bjóða mér. Ég bara ætla að ítreka það að við fælum ekki ungmenni frá því að fara í glæpahópa með hræðslu gagnvart lögreglu, sko. Við gerum það með stuðningi og þau sjá í framtíðina, þannig að með einhver svona samfélagslegum inngripum, sko. Takk fyrir það. Og tók ég við því að það meira hér handan við hlé. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.